Neyðarlínan, Landspítalinn og Seðlabankinn eru háð netsambandi við útlönd og ef sambandið rofnar, læsast gögn inni. Framkvæmdastjóri Stafræns Íslands segir mikilvægt að tryggja varaleiðir. Kennarar féllust ekki á sáttatillögu ríkissáttasemjara og hafa setið á samningafundi með viðsemjendum í allan dag. Verkföll vofir yfir og viðræður eru á viðkvæmu stigi. Rússlandsher gerði umfangsmiklar árásir á Úkraínu í gærkvöld og í nótt, meðal annars á fjölbýlishús. Úkraínuher segir norðurkóreska hermenn hafa hörfað frá víglínunni. Grindvíkingar reisa varnargarða til sjós og lands til að verjast náttúruöflunum. Aukinn viðbúnaður í bænum vegna næsta eldgoss. Veitingamaður vonar að það verði það síðasta. Krapaflóð féllu á vegi austan- og vestanlands í miklum leysingum. Slökkvilið sinnti vatnsleka á hátt í 40 stöðum alla borg. Gott kvöld. Aðgengi almennings að mikilvægum gögnum háð netsambandi við útlönd. Framkvæmdastjóri Stafræns Íslands vill tryggja varaleiðir sem virka komi til sambandsrofs. Ella séu gögnin læst inni. 96 stofnanir og sveitafélög hafa innleitt innskráningarþjónustu sem byggir á rafrænni auðkenningu með skilríkjum gáttina island.is. Þar á meðal Neyðarlínan, Landspítalinn, Ríkislögreglustjóri, Seðlabankinn, Skatturinn, sýslumenn og Tryggingastofnun. Gáttin sem farið vistuð í Amazonskíi í útlöndum. Við notum gagnaver á Írlandi og tökum afrit til Svíþjóðar. Þannig að, en það yrði þjónusturof ef að netsamband, ef að svo ólíklega vildi til að netsamband við útlönd myndi rofna, þá yrði vissulega rof á þessari þjónustu. Gögnin eru engu að síður vistuð og á forræði stofnananna hér á landi, en myndu í raun læsast inni í sambandsleysinu. Það er bara þessi gátt sem er svona glugginn inn í gögnin sem er hjá á island.is gáttinni. Það er hlutverk Stafræns Íslands, það er að bæta þjónustu og gera líf okkar allra einfaldara. Hún segir mikilvægt að tryggja varaleiðir inn í gáttina gervinetti sem myndu virka rofni netsamband sæstrengi við útlönd. Best væri að hafa skýjaþjónustu sem væri vistuð innanlands. Ísland er mjög heppilegt land fyrir gagnaver sem slík. Mörg mikilvæg fyrirtæki reiði sig einnig á tækni sem byggist á erlendum skýjalausnum. Allt fara á annan endan ef að netsamband bara slitnar við útlönd núna á eftir. Það myndi koma upp verulega alvarleg staða í samfélaginu okkar. Og þannig nei, við erum ekki tilbúin til að takast á við svoleiðis. Heilbrigðiskerfin séu hvað viðkvæmust. Náttúrulega geyma viðkvæmustu gögnin og það eru svona mestu afleiðingarnar ef aðgengja þeim gögnum er ekki til staðar. Greiðslukerfi náttúrulega kannski einna alvarlegast, það myndi skapast óþægileg staða vægt til orða tekin. Fundir standa enn í Karphúsinu þar sem samninganefndir kennara og ríkis- og sveitafélaga hafa verið í allan dag. Sveitafélögin samþykktu tillögu ríkissáttasemjara í gærkvöld en það hafa kennarar enn ekki gert. Ef tillagan verður samþykkt nýr kjarasamningur undirritaður og hann síðan lagður fyrir félagsmenn. Verkföll eru boðuð í 14 leikskólum og 7 grunnskólum á mánudag. Viðræður eru á viðkvæmu stigi og fjölmiðlum var vísað frá fljótlega eftir hádegi. Enginn hefur viljað veita viðtal eftir að fundirnir hófust í hádeginu. Hvernig líst þér á þennan fund sem er að hefjast? Nú bíðum við eftir að heyra svo kennara. Þú bjartsýn? Já, nei, ekki sérstaklega, en vonandi þá taka þau rétt ákvörðun. Norðurkórískir hermenn hafa hörfað frá víglínunni í Kursk samkvæmt upplýsingum úkraínska hersins. Rússlands her drap nokkra í árásum í nótt. Norskir diplómatar sluppu á lífi. Rafmagnslaust var tíma í 7 héruðum Úkraínu í dag vegna umfangsmikilla árása Rússa. Herinn drap 7 í árás á fjölbýlishús í Poltava.
og slökkvilið hjálpaði særðu fólki út í morgun. Rússlandsher réðist einnig á hafnarborginu Odessa í gærkvöld og varpaði sprengjum á hótel og önnur sögufræg hús í miðborginni. Eitt þeirra síðan 1899. Ворожа атака в центрі міста, один з готелів. На місці зараз працюють рятувальники. Будівля пошкоджена з 1-го по 4-й поверх. Двоє постраждалих, одну людину врятували вогнеборці. Це жінка, яка була заблокована в кімнаті на 2-му поверсі. Nokkrir norskir diplómatar voru í einu húsana í miðborginni en þá sakaði ekki. Leiðtogar Rússlands og Norður Kóreu hafa treyst vínaböndin síðustu ár og í haust bættust þúsundir norðurkóreskra hermanna í raðir Rússlandshers. Samkvæmt stjórnvöldum í Úkraínu voru þeir 11 til 12.000 og flestir í Kursk í Rússlandi sem Úkraína hefur að hluta á valdi sínu. Úkraínuher segir nú að ekkert hafi sést til norðurkóresku hermannanna síðustu 2 vikur og að helmingur þeirra hafi fallið eða særst. Úkraínskir hernaðarsérfræðingar rekja þetta til reynsluleysis þeirra í nútíma hernaði. Þá telja sérfræðingar brotthvarfið tímabundið. Stjórnvöld í Rússlandi hafa ekki tjáð sig þessar yfirlýsingar Úkraínumanna. Það ekki bara eldgos sem herja á Grindavík því sjórinn gerði áhlaup á bæinn í morgun. Þar hættustig í gildi og aukin viðbúnaður vegna goshættu. Tugir dvelja í bænum. Slökkviliðsstjóri mælir ekki með því. Búist var miklum sjógangi í Grindavíkurhöfn í morgun en hafnarbakkin við Miðgarð hefur síðum alltaf hálfan metra í jarðhræringum síðustu ára og til að koma í veg fyrir að flæddin í mannvirki var gripið til varna. Þetta til þess að varna því að sjór flæði hérna inn fyrir planið hérna sem fyrir innan. Hvað hér á höfninni fyrir utan starfsemi og fiskvinnslu sem þarf að verja? Já, það eru hérna spennustöðar sem að fæða hérna húsin hérna í kring og höfnina. Það ein spennustöð hérna á miðjum Miðgarðinu hérna fyrir aftan okkur og önnur hérna út á Suðurgarði og við erum búin að steypa í kringu það og hérna þetta bara orðið vel varið. Þannig að það víða verið að reisa varnargarða bæði fyrir hraunflæði og sjó? Já, já. Í fyrradag uppfærðu almannavarnir hættumati í Grindavík af óvissustigi á hættustig og fólki ráði frá því að vera þar á ferðin að nauðsynjalausu. Vegagerðin með aukin viðbúnað og heldur öllum leiðum út úr bænum opnum og slökkvilið og lögregla ganga sólarhringsvaktir. Við verðum fylgjast með alla flottaleiðir og annað sé greiðfært og svo náttúrulega bara styðja við rýmingu. Hvað dvalið í mörgum húsum hér í Grindavík? Þetta svona cirka 40 heimili, þetta alltaf bara sömu íbúðirnir sem bara eru með fasta búsetu. Myndið þú ráðleggja fólki að dvelja í Grindavík núna? Ekki á hættustigi, þá get ég ekki ráðlagt en þeir sem búa, ég ber alveg fulla virðingu fyrir því. Og á einum stað var húsfyllir, en þar voru erlendir ferðamenn komnir í heimsókn. Það bara töluvert að fólki að koma, mikið að fólki að vinna þetta. Við erum með svona opið í kringum hádegið, lokum seinnipartinn. Fáir á ferli leið að kemur myrkur. Breytist ekki mikið þegar viðbúnaðarstigið hækkað? Jó, það svona aðeins. Það má segja að koma svona aðeins færri Íslendingar. Nú erum við bara að bíða. Svo vonandi bara fer þetta að verða með síðustu skiptunum. Þannig að þið bíðið eftir næsta gosi? Bíðum eftir síðasta gosinu. Það það sem við erum að bíða eftir. Og þú heldur að næsta verði jafnframt að síðasta? Vonandi. Við vonum það. Krapaflóð féllu víða á landinu í gær og í dag í miklum leysingum. Lítið flóð féll á veginn milli Ólafsvíkur og Rifs á Snæfellsnesi og krapaspýjur féllu líka yfir vegi á sunnanverðum Austfjörðum. Óvissustig vegna ofanflóðahættu enn í gildi fyrir Austurland en hefur verið aflétt fyrir Vesturland og sunnanverða Vestfirði. Nokkur hús á Patreksfirði voru rýmd í gærkvöld vegna snjóflóðahættu en rýmingum var aflétt rétt fyrir hádegi. Það hefur kólnað í veðri á landinu öllu og spáð úrkomu nokkuð víða næstu sólarhringa. Og það rigndi mikið á höfuðborgarsvæðinu og slökkvilið hefur farið í hátt í 40 útköll síðan í gærkvöld vegna vatnsleka. Það flæddi inn í allmörg íbúðarhús. Mikill leki var í bílakjallara við Dalveg í Kópavogi, vatnsdæla og byggingarsvæði þar nærri gaf sig og bílakjallarinn fylltist af vatni sem náði mönnum upp undir mitti þar sem mest var. Bílakjallarinn 1500 fermetrar.
Þúsundir hafa tekið þátt í mótmælum í Serbíu síðustu daga. Mótmælendur þar segja það ábyrgð stjórnvalda að hluti lestastöðvar hrundi með þeim afleiðingum að 15 létust. Háskólanemar hafa staðið í stafni mótmælana og fleiri hafa slegist í hópinn. Eftir tæplega 80 km göngu frá höfuðborginni komu mótmælendur til borgarinnar Novi Sad í dag. Þar hafa lokað fyrir umferð 3 brýr. Dobro što smo se probudili. I ne mogu da zamislim da ne podržavam nešto što se vidi na prvu loptu da je pozitivno i da je posle mnogo vremena jedna dobra energija se osjeća u vazduhu i na ulici, među ljudima. Pa osjećam se pre svega jako srećno, ponosno na sve ove ljude, na Beograđane koji su 2 dana šetali do ovde, kojima ni malo nije lako. Gledam ih sve vreme šepaju. Imaju žuljeve, boli ih noge. Jako sam srećna, ponosna na moj Novi Sad koji ih je dočekao. Fyrir 3 mánuðum hrundi steinsteypt skyggni yfir inngangi lestarstöðvar í borginni. 15 manns urðu undir því og biðu bana. Lestarstöðin hafði nýlega verið gerð upp og mótmælendur telja að spilling hafi ráðið því að ekki hafi verið farið að lögum við endurgerðina. Forsætisráðherra Serbíu sagði af sér á dögunum vegna málsins. Útlit fyrir að engin loðna verði veidd hér við land annað árið í röð. Uppsjávarskipin Polar Amarsak og Aðalsteinn Jónsson voru við leit suðaustan og austan við land í vikunni en leitin skilaði ekki því sem vonast var til. Í tilkynningu frá Hafrannsóknastofnun segir að því verði að óbreyttu ekki gefin út loðnukvóti. Það hefði í för með sér mikið tekjutap fyrir þau sveitarfélög þar sem uppsjávarveiðar eru stundaðar. Ekki þó öll von úti enn því skip Hafrannsóknastofnunar Árni Friðriksson fer til loðnuleitar öðru hvoru megin við næstu helgi. 7 fórust þegar sjúkraflugvél hrapaði á íbúðabyggð í Fíladelfíu í Bandaríkjunum í gærkvöld. Allir sem voru borð í vélinni fórust og einn sem varð fyrir henni á jörðu niðri. Nokkrir slösuðust. Borði í vélinni var barn frá Mexíkó sem hafði lokið læknismeðferð og var á leið til heimalandsins ásamt fylgdarmönnum. Vélin hrapaði stutt eftir flugtak á fjölfarna götu og fjöldi fólks var vitni að slysinu. But I just see the plane is getting lower and lower and lower. It nipped the house. When it nipped the house, it hit a couple cars. Boom! And to the plaza, and to the Dunkin' Donuts, everywhere. I've never seen nothing like that a day in my life. Matís vill rannsaka kæstan hákarl betur og komast að því hvers vegna stór hluti framleiðslunnar eyðilegst á hverju ári. Hákarl ýmist veiddur á krók eða fenginn sem meðafli á togurum, kæstur og svo hengdur til þerris. Við kæsingu brotna niður efnasambönd með ammoníaki og segja má að bakteríuflóra sem magnast upp af eitri hákarlinn. Þetta gengur misvel og þeim fækkar sem verka hákarl en verkuninni fylgir áhætta því stundum eyðilegst stór hluti framleiðslunnar. Hjá Matís hefur þetta verið skoðað og markmiðið meðal annars að minnka afföllin. Og menn hafa verið að lenda í því að afföllin hafa verið kannski meiri en búast mætti við í svona matvælaframleiðslu þar sem að kannski 3. jafnvel 4. ykkur hákarl er ekki að verkast almennilega. Þannig menn hafa talið ástæðu að til að skoða af hverju það er að gerast til þess að bæta framleiðsluna. Matvælasjóður Matís og Bjarnarhöfn, stærsti hákarlaverkandi landsins, stóðu að rannsókn á því hvað gerist við kæsingu og hvaða bakteríuflóra er til staðar. Niðurstaðan var meðal annars að mögulegt væri að bæta ferilinn eða stýra honum með því að stjórna örveruflórunni. Við erum með svo kallaða starterkúltúra eins og menn gera til dæmis í ákveðnu ostagerð eða í jógúrtgerð þar sem menn eru með ákveðnu örveruflóru sem menn byrja með til þess að raun og veru auka líkurnar á að sú flóra að hún muni vaksa og stýra svolítið gerðinni og auka þar að leiðandi líkurnar á því að hægt sé að framleiða góðan hákarl. Stefán er áhugasamur frekari rannsóknir og leitar að hákarlaverkendum sem vilja taka þátt í rannsókn á því hvers vegna sumur hákarl virðist alls ekki verkast. Hvort það geti verið ákveðnar tegundir af hákarli sem er ekki að verkast, þannig að það er til mikils að vinna. Þetta er auðvitað einstök afurð og mikilvægt að við hlúum að svona alíslenskri framleiðslu eins og þessari og gerum eins og við getum til þess að tryggja að framleiðslan gangi sem best.
Framhaldsskóli í Björgvin í Noregi stóð frammi fyrir óvæntu vandamáli þegar snjallsímabanni var komið á. Margir unglingar áttu erfitt med att lesa á venjulega veggklukku. Først var det litt morsomt, og så litt trist da. Så det første var jo selvfølgelig dette med kvart på. Det er jo et problem. Så når du forteller eleven at de begynner timen, og de begynner kvart på, da var det problemer. Hva er klokka nå? 10 over. 10. Nei, vent. 1 over 10. Nei. Kan du ta et lettere? Det er jo sånn at lærerne har måttet bare vise de rett og slett hva klokken var. Så vi har ikke hatt noen sånn sentral opplæring over alt, men lærerne har tatt det inn i klasserommet der. Funker det? Jeg vet rett og slett ikke. Tilbakemeldingen har vært at det gjør det, men vi får se. Jeg kan det. Hva er klokka nå? Den er 10 på 9. Det er kvart på 9. Det er kvart på 10. Sant? Jeg er ganske sikker på at jeg kan klokke. Hva er klokka nå? Det er kvart på 5. Ja. Oi. 10 over halv 5. Den er 10 på 2. Eller, ja. Han er på 5-en. 5 på halv. Det var litt vanskelig. Nei, det var vel litt skuffende. Jeg hadde håpet at alle sammen kunne analoge klokker, men vi gir oss ikke. Vi skal vinne den kampen mot det digitale. Hva er klokka nå? 5 på halv 8. Ja! Afmælisterta, silfurhringur og nikótínpúðar meðal þess sem starfsmaður Vaðlaheiðarganga finnur í göngunum. Hann segir að ökumenn hiki ekki við að henda rusli út gluggann á leið þar í gegn. Framkvæmdastjóri Vaðlaheiðarganga í vikulegri ferðum göngin til að tína rusl og virðist ekki veita af. Hann fyllir einn stóra ruslapoka á mánuði og það ýmislegt sem kemur í ljós. En mikið þetta sko nesti og dósir, nikótínpúðar, sígarettur, eitthvað sem að fólk að henda út bara beint út á glugganum. Ísinn mjög vinsæll, það kannski leiðilegt að henda honum í bílnum, þannig að þetta svona, og tóbaki, já, það dálítið mikið. Tóbak og nikótínpúðar, það virðist vera svona auðveldast fyrir fólk greinilega að losa sig bara beint út á gluggan heldur en að henda í ruslið. Svo detta hlutir af bílunum, þurrkublöð, hjólkoppar og allskyns járnadót og kannski lítið við því að gera. Valgeir, svo sagðir að þú fannst þennan dýrindi hring núna bara fyrir helgina. Þetta nú ekki rusl, sko. Það hefur eitthvað verið að fá bílinn og missa þetta, svo ég auglýsi þá bara eftir eigandanum hér með, sko. Það skrítnasta sem hann segist hafa fundið dýrindis terta. Einhver hafi stoppað í göngunum, fengið sér eina sneið og haldið svo áfram. Það var heil kaka með áletrun og öllu á hann. En hún var, þegar við fundum hana, þá var hún glerhörð, þá var hún uppþotnuð og glerhörð, þannig að hún fór bara beint í ruslið. En svo ruslatunna í göngunum, þannig að fólk getur stoppað og tæmt í poka. Já, við bættum þessu við þegar fólk var að henda hérna rusli út allt, þannig að við vonum til að þau myndi bara henda hérna á eitt stað og þá þurftum við ekki að tína í öllu göng, þá getum við bara flokkaði beint hér. En það ýmislegt sem að fólk mætti hugsa sig aðeins betur og aðeins umhverfið og náttúruna áður en að hendur bara drasli út í gluggann. Sólarpönnukökur og tónlist verða í 80 ára afmæli Ísfirðingafélagsins sem fagnað með sólarkaffi í Gamla bíó í kvöld. Og þar Ástrós Signíadóttir, fréttamaður okkar. Ástrós, hvernig bragðast pönnukökurnar? Það brögðust nú bara mjög vel og ég ekki frá því að ég fengi bara smá sól og hlýju hjartað við að borða þessa pönnuköku hérna rétt áðan. En hér skemmtanaglaðir Ísfirðingar farnir að streyma inn í salinn og ég var svo heppin að næla mér hér í 2 skemmtikrafta sem ætla að vera hér á sviðinu í kvöld. Halldór, þú ert nú ekki að skemmta hér í fyrsta skipti eða það? Nei, það má nú segja. Ég örugglega skemmt á sólarkaffinu síðan ég var svona 14 ára en vel hlýjum. Þannig að maður svona alvanur að skemmta og skemmta sér með Ísfirðingum. Alltaf ég gaman. En Salome, þetta fyrsta skipti þitt hérna á sviðinu? Já, vissulega. Ég hef aldrei mætt áður. Þannig ég er spennt að sjá hvernig það verður. Heyrt bara góða og skemmtilega hluti. En já, sannur heiður að fá að vera hér fyrsta skipti í kvöld. En af hverju fagna Ísfirðingar sólinni? Sko, það nú þannig að sólin bara sést ekki á Ísafirði í nokkra mánuði yfir háveturinn og þegar að sólargeislarnir koma í sólgautuna á Ísafirði þá fáum okkur pönnukökur og fögnum sólinni, eðlilega.
Og þið ætlaði að taka fyrir ykkur lagið? Já, við ætlum að taka eitt lítinn lagstúf eftir Villavala, við texta eftir Egil Ólafsson, Ég feimið fjall. Og þá að veðri, það kólnar á landinu í kvöld og nótt með éljum sunnan og vestanlands en stutt í næstu lægð sem kemur upp að landinu annað kvöld með hlýrra lofti og hvössum vindi víðum land. Útlit fyrir að tíðin verði áfram rysjótt og umhleypingasöm í komandi viku en Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur hann fer nánari yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Almar og Ormarsson sér í kvöld. Danmörk komið í úrslit á HM karla í handbolta 4. mótið í röð. Sérfræðingur RÚV segir þetta besta lið sögunnar. Þau út að spila 4. mótið í röð taplaus. Er ekki 36 sigurleikir, 2 jafntefli og þeir eru einhvern veginn bara, þeir eru svona svindlkallar í allt og mörgum stöðum. Nottingham Forest fór hamförum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Liðið í harðri toppbaráttu. Og Íslendingar stóðu sig vel í Evrópufótboltanum í gær. Körfubolti, rúbí og fleira í íþróttum kvöldsins. Og þá skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Neyðarlínan, Landsspítalinn og Seðlabankinn eru háð netsambandi við útlönd og ef sambandi rofnar, læsast gögn inni. Framkvæmdastjóri Stafræns Íslands segir mikilvægt að tryggja varaleiðir. Kennarar féllust ekki á sáttatillögu ríkissáttasemjara og hafa setið á samningafundum með viðsemjendum í allan dag. Verkfall vofir yfir og viðræðurnar eru á viðkvæmu stigi. Rússlandsher gerði umfangsmiklar árásir á Úkraínu í gærkvöld og í nótt, meðal annars á fjölbýlishús. Úkraínuher segir norður-kóreska hermenn hafa hörfað frá víglínunni. Grindvíkingar reisa varnargarða til sjós og lands til að verjast náttúruöflunum. Aukinn viðbúnaður í bænum vegna næsta eldgoss. Veitingamaður vonar að það verði það síðasta. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar RÚV.is er uppfærður allan sólarhringinn en þessum fréttatíma er lokið. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld.